Sibbi, hvað að frétta? Ertu ekki búið með afmælisöngi núna? Jú, ég meni ég hérna í afmæli, ég ekki að fara eitthvað viðtal núna. Bara smá spjall? Já, ok, hvað er að fara að spjalla segirðu? Bara hvernig var þín upplifun á þessu í gær? Þú varst bara með þína búð. Herðu, þetta var náttúrulega, þetta var auðvitað bara eitthvað. Þú varst bara með opið eða ekki í búðinni eða ekki? Jú, auðvitað vorum við með opið. Og klukkan 3:30, hvað, byrjaði ballið? Þetta var alltaf búið að vera allan daginn, að svona pínu vera nutt í mann alltaf, ding, ding. En svo alltaf bara byrjaði fjörið, bara eins og veist, klukkan 3:30 og það var bara allt crazy og ég var með konur í mátunarklefanum sem var bara, veitu, hvað erum við að gera hérna við Grindavík? Við erum bara rugglaðir. Þetta var svo súrreal, þú veist, þetta var bara eitthvað annað. Já, svona þetta ekki neitt, maður bara neini, þetta ekki neitt. Svo bara, þú veist, svo koma bara drunurnar og lætin og skáparnir og allt á hliðin einhvern veginn, þú veist, það var bara þannig. Blómapottarnir duttu svona á skáparnir hjá mér og maður sá það bara svona vagga, þá bara, nei, þetta er búið, við erum bara að loka. Já, menn það er bara og í millitíðinni hringi Sigurður mér í mig þarna sem að yngsti minn. Og hann bara, mamma, það er allt á hvolfi hérna heima, það er allt dottið af veggjónum og ég bara, í miðju símtala afgreiða kúnna, ég bara, herðu, 10:09 og bæ, og ég bara út í búðinni, Alexandra hringdi í mig, hún bara, ég segi, já, við erum að fara að loka búðinni, þú veist, þetta var bara eitthvað svona. Hvað var klukkan þegar þú lokaði, heldur? Hún var korter í 6. Korter í 6? Þú veist. Þannig að þú náðir nánast að hafa opið allan tíman? Ég náði nánast að hafa opið, mér sagði ríkið lokaði, sem lokar aldrei. Nei. Það eru með opið til 7, sko, en það lokuðu, við lokuðum öll og, þú veist, og þegar stæðsti skjálftinn reið yfir og apótekið, það fór bara af, sko, hjörunum. Maður sá bara... Hvað var klukkan þá og hvað var það stór skjálfti? Ætli það ekki verið til 5 skjálfti og eitthvað um 6 leyti, ég hugsa það. Og þetta voru bara öðruvísi og miklu stærri skjálftar en þú hefur upplegað hingað til. Já, guðminn almáttur, þetta var bara eitthvað annað. Og svo, það er svo fyndin nefnilega við þetta, svo fór til Steinþórs og Valgerðar bara eftir vinnu og við vorum bara öll það saman og ætlum ekkert að fara neitt, við vorum bara ákveðin því að við ætlum bara að bíða og sjá að þetta var ekkert svo mikið. Já. Að okkur fannst, þó þetta hafi verið ógeðslega mikið. Þannig að við sátum eitthvað svona heimi á þeim, svo bara allt í einu, það kemur símtal frá einum úti í bæ sem við þekkjum sem að vissi fekk að vita, þú veist, á undan öllum öðrum. Það var að rýma bæinn og það var klukkan eitthvað 20:11 og ég bara rýma bæinn. Við spólum svoleiðis út og heim og hentum einhverju tösku, þetta var, og þegar ég hugsa þetta núna, þú veist, ég trúi allir þetta hafi gerst, ég trúi ekki. Maður bara ennþá í einhver svona geðshræringu, maður bara svona, veitu, heimi á mömmu og pappa og hvað í gangi, þú veist, ég var heimi á mömmu og pappa í nótt og ætla að fara til Kristins í kvöld. Krakkarnir mínir brunnu upp í bústað og koma sennilega á morgun eða ég veit ekki hinn eða eitthvað. Þú veist, þetta er allt svo skrítið. Já. Þú veist, bara eins og veist sjálfur. Þú veist, það er öll þín fjölskylda tvist og bast út alla þrissu. Þetta er bara ótrúlega mögnu stað að upplega, sko. Já, þetta, þú veist, þetta er einhver sem... Orðin hvað, 10:30 þegar þið fengu símhringinguna að rýma og þá bara heimtiðin, bara einhver hreina narjóran í tösku og bara farin. Ég veit ekki eins og ég hef örugglega haldið að vera fyrir útilegu, ég er bara með þykka peysur, svo mér er örugglega ekki kalt, skarkbarskrínið og bless. Og hvað, keyrðu þá væntanlega út á Reykjanes og þá leiðina til Keflavíkur? Já, það var ekkert annað í boði, það var búið að loka Suðurlandaveginum og líka Grindavíkurveginum á þeim tímapunkti sem við erum að bruna út úr bænum. Nú var Suðurlandavegur, var hann lokaður tíma líka? Já, hann lokaði einhver tímapunkti en Steinþór tekur ákvörðun að prófa að fara á Suðurlandaveginn og hann einhvern veginn fer í gegn. En hann sagði að það hefði alveg verið eitthvað bumpi á leiðinu, hann sagði að maður bara keyra inn yfir einhverju eins og hraðahindranir, þú veist, það var greinilega eitthvað í veginu lítur að vera. Okay. Eða þá bara jarðskjálftar á leiðinu og bíllinn bara bring. Svo segir hann eitthvað, nú gott, ég er á góðum dekkjum. Ég bara, já, einmitt. Nei, Sibbi, það er ekki hægt að lýsa þessu, þetta er bara ótrúlega. Og sér, þú komið bara með öll þín aðkvæmi í bara gott húsaskjól inn í Njarðvík hjá Kitta Páls. Sko, já, ef þau skila sér öll, ég veit ekki, þau séu öll við bústað núna, en þetta bara, svo tekur þetta daglega líf við, þá er náttúrulega kannski vonandi að koma þau öll til mín, en maður veit ekki það kemur bara ljós, en allavega er nóg pláss fyrir þau ef þau vilja koma og þau vita það og það kemur bara ljós.
En þú mátt alveg nefna Kitta Páls og þú veist, mitt innilega þakklæti til hans óendalegt, þú veist, það bara þannig. Þetta ekki sjálfgefið. Þetta grínast, þú veist, það búið að bjóða mér, ég veit ekki hvað marga sumarbústaði, þá ég bara að tala þetta fólk sem ég að versla við, ég bara að tala gaurinn hjá Sixmix, Íris, Vera-Design, þú veist, það svo lengi mætti telja, ég búin að fá ótal símtöl og samhug og bara, þú getur komið, ég með nóplás, þú getur bara komið, þú veist, og það bara, þú veist, þetta magnað, það mjög vænt það, það bara mjög vænt. Já, mann þykir mjög vænt það og bara fólki, þú veist, sem ekkert endilega miklu sambandi við, maður það bara endalega skilaboð. Og hversu dýrmætt það?